Guðrún, 16. unglingalandsmóti UMFÍ er lokið hér á Hornafirði. Ef þú lítur yfir farið með helgina að baki, ertu ekki sátt? Jú, mjög sátt. Allt gengi mjög vel, keppni farið vel fram og allir tímasæla staðist og góð þáttaka og mikil ánægja, þannig að ég er mjög sátt. Hvað finnst þér standa upp úr eftir helgina? Kannski þessi góði andi og samheldnin og svona vináttan. Kannski það sem að einna helst stendur upp úr. Maður hefur á tilfinningunni að þessi mót sanni sig með hverju skipti sem þeir fara fram. Ertu ekki sama sinnis? Jú, ég sagði nú fyrir einhverjum 4-5 árum síðan að þegar þátttakendafjöldin væri komið svona 1100-1200 þá var mótin búin að festa sig í sessi, það væri ekki lengur valkostur hjá fjölskyldunni, heldur var þetta bara orðið svona hluti af fjölskyldulífinu að mæta unglingalandsmót og ég held að það sé bara orðið þannig núna, þetta er ekkert lengur valkostur, fólk bara að reikna með unglingalandsmóti á hverju ári og sama hvar staðsetningin er, þá mætir fólk. Maður var að mæta fólki hér helgina sem var að koma á unglingalandsmóti í 8. eða 9. skipti. Þetta sýnir bara hvað þessi mót er búin að tryggja sig í sessi. Já, það myndi ég segja. Ég er náttúrulega búin að vera viðlátandi þessi unglingalandsmót alveg frá upphafi og fann að þekkja mjög marga sem mæta á unglingalandsmótin. Foreldrar ég var að hitta til mér fólk sem næsta ári er elsta barnið að taka þátt í sinni síðasta unglingalandsmóti vegna aldurs og yngsta barnið er að byrja að taka þátt í unglingalandsmóti. Þannig að þetta er búið að fara heilan hring og það er bara mjög ánægilegt að upplifa það. Að ári er mót á Sauðárkróki, það er ástæða fyrir fjölskyldur og ungmenni landsins að fara að hlakka til? Já, það myndi ég segja. Mér hlakkar rosalega mikið til og ekki er ég að taka þátt í mótinu öðru sem svona bara upplifa það. Hvað þá fyrir foreldra sem er að fylgja börnunum sínum í allir þeirri dagskrá sem í boði, hvað sem að keppni eða eitthvað annað. Það hljóti bara að vera einstakt og mikil tilhlökkun því fylgjandi. Helga Guðrún, ég þakka þér kærlega fyrir.